Það hafa margir fundið fyrir afleiðingum heimsfaraldurs hér á Íslandi og meðal annars Halla veitingakona úr Grindavík, en hún opnaði stað ekki löngu fyrir heimsfaraldur hér í flugstöðinni, en nú hefur veitingastaðurinn verið lokaður í meira en ár. Við kíktum inn til hennar. Jæja Halla, þetta hefur verið, þið gáðu okkur góðan tíma þegar þið sóttuð að komast að þessum veitingaaðili hérna í flugstöðinni þegar allt var á flegi ferð. Og þið voru búin að reikna út alveg formúlu hvernig þetta gæti gengið, eða ekki? Jú, búið að reyna að fara yfir þetta. Þau bara alveg að sjá hvernig þetta myndi ganga upp hjá okkur. Þá var vá og allt í gangi og mikið að skiptifarþegum. Maxið á leiðinu upp. Max og allt. Og svo bara fer þetta allt saman í rauninni á cirka ári? Já, alltaf það. Það er að segja. Hálfu ári þarna stór þegar váið og maxið það fer, og svo missum við náttúrulega áhafnameðlimi líka í nýtt húsnæði og svo náttúrulega kemur COVID líka. Hvernig maður bara spyr, hvernig fer maður að eftir svona áfall? Það er náttúrulega ekki búið að vera auðvelt. Þetta er náttúrulega búið að vera ótrúleg vinna bak við þetta. Þráttur að hafa verið kannski minna að gera á tímabili, þá er ótrúleg vinna að halda þessu öllu gangandi. En svo er búið að vera að hjálpa til með ríkisstjórninni að maður gæti látið fólk fara í hlutabótaleiðinu og allt þetta sem hjálpaði gríðarlega mikið til. Og Ísafja ótrúlegir með að leigan var bara ekki rukkuð á meðan á þessu stendur. Þannig að það hefur bara bjargað þessu. En þið sitið eftir með örugglega þokkalega stofnkostnað að inn í þetta veitingastæði í flugstöðinni. Það kostar eitthvað 20 milljóna myndi ég giska á. Það var eitt af því sem líka kannski var í útreikningunum hjá okkur, að það var að láta framkvæmdina borga sig á einhverjum x tíma, og nú er liðin bara 1,5 ár síðan við lokuðum, og þar að leiðandi ekkert verið að borga niður af því sem var verið að græða að gera hérna. Já. Og hvað, þannig að þið vonist náttúrulega til að birti, öll él birtir upp síðir. Já, það er ekkert alveg á næstunni sem það er. Nei. En við með eitthvað hugmyndir hvernig þið opnið aftur? Ábyggilega ekkert bara fyrir inn í haust, jafnvel þegar að dregur að jólum, sko. Eru þið þá í góðu samtali við Ísafja þetta? Já, það er alltaf reglulegar upplýsingar sem við fáum frá þeim tölur komu og brottfara farþegum, sko. Þannig að það er eitthvað í að maður fái kaldan og pítsu, það er eitthvað nokkri mánuðir. Og svo getur maður ekki einu sinni laumast í þetta þótt maður komi hingað, sko, því það er bara allt tómt. Það er bara búið að... En þegar þú opnaðir það er mjög mikið bara risastóra aðila svona. Þú ert Suðurnesja manneskja með þannig lagað ekki mjög stórt fyrirtæki. Þannig að þetta verið náttúrulega mikil ákvörðun hjá okkur að ráðast í þetta. Já, þetta var alveg mjög stór ákvörðun og erfið ákvörðun og áhættusöm ákvörðun. Það er alveg búið að vera þannig. En við ákvörðum að láta Þið hefði lifað þetta af? Við erum ennþá lifandi allavega. Og svo er bara hvað framtíðin byrja skautið sér. Þetta er náttúrulega, maður veit aldrei, það er nú búið að vera mörg áfall, hvort það verður nokkuð annað áfall, hvort það komi eitthvað annað. Þið náttúrulega eruð úr Grindavík og eru náttúrulega komið með gos og þessi fallegi ofn Já. Það veist, er ekkert málið að breyta honum í eitthvað gír? Eldfjalla eitthvað. Þið fáið kannski margfalt meiri viðskipti núna ef allt verið í gang. Við verðum með eldfjallapítsur. Í eldfjallaofni. Já, ég held að þetta fallega lúk fá nú að halda sér alveg, sko. En við verðum með einhverjar eldpítsur, það er alveg á hreinu. Og hlakka til að fara kveikja upp í ofninum aftur. Já. Þetta er ótrúlega. Við tölum við þig bara fljótlega eftir að gosið byrja. Nú voru liðnir cirka 2 mánuði síðan. Já. Það var ekkert mikil traffík þá fannst þér vera af fólki að koma til ykkar. Nei. En hefur þetta eitthvað breyst? Þetta hefur breyst alveg gríðarlega. Já. Og það er rosa mikið, maður sér að áhuga ljósmyndarar og bara ferðamenn eru bara að koma rosalega mikið til Grindavíkur og gista bara í Grindavík og eru að fara mörgum sinnum upp á gosi og byrja mikið ferðinni hjá okkur og enda ferðinni hjá okkur og eru bara yfir kannski frísitt bara svolítið mikið hjá okkur á veitingastaðnum. Þannig að það er bara frábært. Og það að finna núna eins og það er mikið flugi frá Bandaríkjunum hverjum einasta degi og eitthvað slatti af Bandaríkjunum að koma. Er þetta að sjá þá? Já, þeir koma til okkar og annars staðar líka, sko. Þannig að þetta munar allt saman. Það gerir það og maður finnur alveg fyrir því það er aukning
og náttúrulega það skila sér allir til Grindavíkur eiginlega sem að koma til Íslands að ferðast. Þetta þekktasti staðurinn á Íslandi í dag? Það bara svoleiðis, það bara must stoppa þarna.